Já, Davíð, þriðja viðtöl eftir leik, 2-0 niðurstaðan fyrir Rósaborg, hvernig varstu að upplifa þetta? Ég held ég hef bara verið að upplifa þetta, eða held ekkert, ég hef upplifað þetta þannig að við vorum alveg með það undir kontróli fyrir hálfleik fannst mér fannst varnarleikurinn hjá okkur ganga 100% upp. Þetta hefði kannski getað reynt að halda aðeins betur í boltann en það er oft bara erfitt þegar mikil orka fer í varnarleikinn að snúa úr vörn í sókn. Varnarlega frábærir, fengum 2 ákjósanleg færi þarna í fyrri hálfleik, sérstaklega 1 alveg frábært þar sem Jónatan setur í stöngina til að komast yfir og fórum sáttir inn í hálfleikinn. Byrjum seinni hálfleikinn mjög vel, fáum annað mjög gott færi og svo svona eins og verður oft þegar fer mikil orka í varnarleikinn þá missa menn einbeitinguna í örskamma stund og svona lið eins og Rósaborg sem náttúrulega bara frábært lið, þeir refsu okkur tvisvar fyrir það. Horfandi svona heildarmyndina af leiknum, þið fáið 3-4 góð færi og meðan þeir fá bara svipað. Þannig að það gæðamunur sem kemur kannski í ljós í þessum færum. Já, það gerir það náttúrulega kannski bara þetta oft það sem við talað skilur munurinn á atvinnumannaliði og hálfatvinnumannaliði og það er kannski, það kom kannski aðeins í ljós þarna en svona það sem kannski þessi tilfinning sem situr eftir á mann er alltaf svekkelsi að hafa í raun og veru bara tapað þessu leik, mér fannst það óþarfi og en líka ákveðin svona ánægja með spilamennskuna að miklu leyti. Menn lögðu alveg ótrúlega mikið í þetta og voru tilbúnir að fórna sér fyrir hvern annan í allar þessar 90 mínútur, þannig að maður getur alls ekkert kvartað yfir því og það var frábært og auðvitað verður þetta mjög erfitt út í Þrándheimi í seinni leiknum en við erum samt í þeirri stöðu að ef maður horfir á þennan leik, ef við náum að þétta okkur örlítið meira og grísum inn einu marki, þá er þetta einvígi ekkert 100% búið og við ætlum náttúrulega bara að fara þarna. Í fyrsta lagi ætlum við náttúrulega að spila leik á móti Skaganum á sunnudaginn og ná í 3 stig þar og svo ætlum við að fara þarna út og gefa þeim leik þar, alveg eins og við gerðum núna í kvöld. Það voru spilkaflar í þessu leik sem að manni finnst þess að séu framfarir í ykkar leik. Já, ég held að það sé, svo sem ekki þeir eru búin að vinna 3 leiki í röð að sjálfstraustið eykst alltaf og ég man ekki hvað, við vorum búin að tapa ykkur 5 eða 6 leikjum í röð fyrir í sumar, þannig að það var ekkert óeðlilegt að sjálfstraustið minnki og meðan að það eykst þegar þú vinnur og ég held að það sé klárlega batamerki hjá okkur og við áttum þokkalega spilkafla inn á milli og eins og ég sagði ykkur öðru viðtali og líka bara ótrúlega ánægilegt að sjá varmennina sem komu allir inn af miklum krafti fannst mér og færi sem við fáum inn í lokin þar sem að Jónatan fær gott skotfæri er eiginlega búið til að Baldur Loga, Óla Guðmunds og Loga Hrafni, þannig að bara frábært að sjá stráka koma inn í svona aðstæður og láta finna fyrir sér og láta taka eftir sér. Það eru búin að vera einhverjar leikmannasögur, eitthvað slúður að Arnór Borg og jafnvel Adam Ægir Pálsson getur leiðin í FH, er eitthvað til því? Nei, það er ekki til í því. Ég held að við séum ekki að fara að bæta neinu við okkur. Lugginn lokar nú eftir viku held ég og mér finnst mjög ólíklegt að vera eitthvað frekari breytingar á hópnum. Takk fyrir þetta.